Hermann heiti ég, skrifstofustjóri í ráðuneytinu. Mætti nú vera að stíka hérna fyrir framann svo allir sjáu þig. Góðan daginn, Hermann heiti ég, skrifstofustjóri í ráðuneytinu. Ég er komin til þess að taka við ef þið hafið eitthvað afhenda. Já. Og hlusta ef það er einhver skilaboð. Skilaboðin eru frekar skýr. Skilaboðin eru skýr. Við erum búin að senda Ólöfu post gegnum netfangið hennar og það var sendt beint tilbaka til okkar líkt og netfangið hennar geta ekki tekið við skilaboðum frá okkur. Það er margótt búið að reyna að tala af innanríkisráðherra. Það er ávallt neitað. Nú er ég búin að taka við ykkar boðskap. Já, það er ekki fyrsta skipti sem hefur tekið á móti okkar boðskap og það er aldrei neinn svör að úrræði. Við erum búin að fá leið á þessu. Ertu með einhver skilaboð frá Ólöfu? Engin skilaboð. Svo virðist vera sem að samskiptaleiðir séu eitthvað bilaðar og þau skilaboð sem koma alltaf áleiðis til hennar á þess að hitta hennar sjálfa tínast alltaf ekstar í millitíðinni. Þess vegna langar okkur eindregið bara að hitta Ólöfu sjálfa og koma skilaboðum til hennar sjálf. Ég hef tekið við þessum skilaboðum. Það er ekki nóg. Við treystu þér ekki. Það er ekki nóg. Mannslíf er í húfi og þið berið ábyrgð á þessu mannslífi og við þurfum að ræða við innanríkisráðherra til þess að vera viss um það að lífi mannsins verður bjargað. Viltu lifa með þetta samviskunni? Viltu gera það? Ég ætla ekki að tjá mig hér svona einstaklingsmál. Það er ekki tjáð einstaklingsmál. Any moment from tomorrow on the 1st of June in Sweden, he will be having a threat of taking back to Nigeria, which I came from, and I know the situation over there. I have family over there. I do call every day, asking them the situation of Boko Haram. It is not just a Islamic group, it is part of the government. Those that are the ruling party now, they are using those strategies to kick against the opposition. And so therefore, I once faced deportation from Denmark because this same thing happened to me. When I was taken to Nigeria, the police that they handled me to, overnight, in the night of that very day I came, they took me and gave me to those that were after my life. Because Nigeria, you cannot understand it, it's quite corrupt that they are doing things that you will not understand. You are having the head news, but we that are back home, our parents back home, our family, they are telling us what is happening. If Eze eventually taken by the Swedish police, it's a penalty of death. They are going to kill him. Totally. Because they are trying to take root. You understand? We have to explain to Olof to understand the situation that he's facing. This is a man that he has his family back in Nigeria, but he loves to see them, but he can't go because of his life is threatened. Please, that they should bring him back to Iceland. He has been working. He has no problem with nobody. He has been here for 4 years. He's helped a lot of people here. He does a volunteer job. He has been a very kind and a loving brother indeed. You understand? So taking him back, and now he's in the street. He has no place in Sweden. He's just sleeping on the streets. You understand? We will have a lock. Ég vil líka fá að minna á að þó að þið ætli ekki að tjá ykkur einstök mál, þá er íslensk yfirvöld ábyrg fyrir því ef einstaklingur er sendur beint út í dauðan. Hann er sendur beint til Svíþjóðar og þeir eru að senda hann beint til Nígeríu og þetta er bein ábyrgð íslenskra stjórnvalda. Þetta er eitthvað sem við munum vera svar fyrir þá. Þetta stendur í lagaákvæði og það þekkið þið vel. Það gerðist ekki. Það er tímabært að stefnan sé orðuð með berum hætti. Það er ekki hægt að fela sig á bak við valkvætt regluverk. Af hverju er þessari heimild beitt líka þegar tíminn er útrunnin? Það þarf einhver manneskja að vera beinlínis ábyrg fyrir því hvernig er komið fram við flóttafólk á þessu landi. Það er Ólöf! Boko Haram. Many people that was taken back from various countries, they was deported, having the same issue with him. We have a lot of clips of them, over 100, that they will just take them and put it in a video to let everybody know that if you run away from us, when we get you back, we are going to behead you. They use the knife to cut off the neck of the person. Series of time. Just go to the internet. It's not what I have to give you. Just check. Boko Haram had the key. You will see it all. Then making this healthy man to face that situation is not good. Það þarf að bregðast við á næstu 24 klukkutímum. Innan við það. 4 years in Iceland. He has been a family of Fyrir Iceland. lóð skrifstofuna. Ég held að við verðum að fara inn hérna ef hún kemur ekki út. Nú hef ég
hlustað á ykkur og... Það er Ekki nóg. Hvað er Ólöf? Ólöf heyrir okkur og við fáum svör frá henni tilbaka. Það er eitt að hlusta og annað að heyra. Segðu hvað ætlar að gera? Ég hvet okkur öll til þess að halda ró okkar. Það er engin tími! Tíminn er útrunninn! Það er engin tími til að Nú gera. hef ég tekið við skilaboðum frá okkur og thank you very much for the information. Please, I have to say one thing more. I have to say one thing more. The thing I want to say right now is the protest is in Facebook. And Facebook is worldwide. The Boko Haram has seen it already that his life is threat coming back home. So they will be watching. Whenever he arrives, they are going to get him immediately. He's in Facebook. As we are protesting, our friends that are in Nigeria, they see everything we post in Facebook. And when they see it, they are waiting for him now, for Swedish authorities to take him back home. They will kill him. You have blood on your hands! Thank you for the information. Takk fyrir, Kjella. Þetta er ekki nóg, þetta er ekki upplýsingar. Við verðum hér þangað til að fá svör! Við verðum hér þangað til að svörin berast! Já, takk fyrir, Kjella. Ólöf er Hann fær 15 mínútur. Þetta er ólöglegt! 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 Krefjumst þess að We need vera a positive response. Positive response. Illegal! We need positive response. Ólöf ber ábyrgð! Ólöf er ábyrg! 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 Ólöf er ábyrg. Ólöf er ábyrg. Ólöf er ábyrg. Ólöf er ábyrg! 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 Stop breaking the law! Stop breaking the law! Nú erum við búin að vera hér í klukkutíma og mér langar að þakka öllum þeim sem hafa komið kærlega fyrir komuna. Það er skiljanlegt að einhverjir þurfi að snúa aftur til vinnu en hópur fólks og þeir sem geta ætla að sitja hér áfram og bíða svara hér í anddyri innanríkisráðuneytisins. Það er svona rétt 11 mínútur sem hann hefur núna.